Hópur íslenskra athafnamanna þrýstir nú á allsherjarnefnd Alþingis að veita 10 útlendingum og börnum þeirra ríkisborgararétt með undanþágum í gegnum Alþingi. Fólkið sem frá Kanada og Bandaríkjunum sagt búa yfir digrum sjóðum sem fjárfesta eigi með á Íslandi. Fjárfestingar tengdar endurnýjanlegri orku helsta takmark mannana og samanlagt ríkidæmi þeirra sagt á við heildareignir lífeyrissjóðanna. Í hópnum stjórnendur vogunarsjóða og menn sem tengst hafa orkuiðnaðinum, en talsmaður þeirra hér á landi segir þá þó ekki ásælast orkuauðlindir eða kvóta á Íslandi. Hópurinn ætli sér fyrst og fremst að fjárfesta í nýsköpun og skapa störf hér á Íslandi. Formaður allsherjarnefndar tekur vel í beiðni hópsins en segir lykilatriði að pólitísk samstaða náist málið. Ströng skilyrði eru fyrir veitingu ríkisborgararéttar til útlendinga á Íslandi. Í mörg ár hefur hins vegar verið hægt að knýja dyra hjá allsherjarnefnd Alþingis og óska eftir undanþágu frá meginreglunni. Þeirri heimild hefur Alþingi beitt til að aðstoða þá sem einhverra hluta vegna standast meginpart skilyrða en hafa þó ekki fallið í gegnum síur innanríkisráðuneytisins. Það þó ekki algilt og fjölmörg dæmi eru að Alþingi hafi veitt ríkisfang, jafnvel þó fá eða nokkur skilyrði séu til staðar. Þessu hefur nær eingöngu verið beitt vegna fólks sem Alþingi hefur metið sem akk fyrir þjóðfélagið. Undir þennan lið hafa nær undantekningarlaust fallið íþróttamenn, meðal annarra Robert Julian Doranóna og Bobby Fischer. Og það nákvæmlega þessi leið í gegnum þingið sem hópur íslenskra athafnamanna hefur nú sótt á til að fá hingað til lands 10 útlendinga sem að sögn eiga digra sjóði sem þeir vilja fjárfesta með á Íslandi. Samanlögð fjárfestingageta þessa hóps sögð 1700 milljarðar króna. Kastljós hefur undir höndum bréf lögmanns þeirra til allsherjarnefndar og kynningu þar sem þessi áform eru kynnt þingmönnum. Kynningin sett fram undir heitinu Digital Harbour en þar kemur fram að eftir hrun hafi ónefndur hópur íslenskra athafnamanna vilja gera sitt til að koma landinu á kjöl og koma í veg fyrir að þekking og reynsla hyrfi úr landi. Eftir að hafa sett sig í samband við erlendan ráðgjafa sem að sögn starfar fyrir virta erlenda athafnamenn niðurstaðan sú að fá hingað til lands 10 einstaklinga og börn þeirra gegn því að hópurinn fái hér ríkisfang en einstaklingar í hópnum eru allir frá löndum utan evrópska efnahagssvæðisins. Meðal þeirra sem sækjast nú eftir ríkisfangi eru menn sem hafa verið í forsvari fyrir fyrirtæki í orkuiðnaði í Bandaríkjunum og Rússlandi. Menn sem hafa reynslu af viðskiptum í þeim geira, auk þess sem þeir hafa stýrt félögum sem tengjast vogunarsjóðum sem meðal annars fjárfesta í orkuiðnaði. Samkvæmt kynningunni enda horft til verkefna sem snúa að endurnýjanlegri og hreinni orku Íslands. Gagnaver eru sérstaklega nefnd í þessu sambandi og hópurinn sagður hafa upp á vasann tilboð frá stórum viðskiptavinum hýsingu gagna hér á landi. Upplýsingafrelsi og örugg hýsing netkerfa partur af þessum áformum sem og nýsköpun í þekkingariðnaði. Einnig gert ráð fyrir að stofna hér stóran sjóð fyrir áhættu fjárfestingar en einstaklingar úr hópnum sagðir bíða með allt að ½ milljarð króna á bankareikningi í Royal Bank of Canada sem nýta í fyrstu fjárfestingu hópsins í verkefni sem miði að rafbílavæðingu Íslands. Samkvæmt kynningunni grunnþátturinn í hugmyndafræði Digital Harbour að bjóða athafnamönnum sem hafa áhuga á því að hafa vistaskipti að taka þátt í uppbyggingu hér á landi. Þetta gera þeir gegn því að greiða 50 milljónir króna inn í fjárfestingasjóð sem þegar hefur verið stofnaður hér á landi, auk þess sem viðkomandi verða að skila inn 2 milljóna króna skýrslu frá rannsóknarfyrirtækinu Kroll sem sýni flekklausan feril þeirra. Ekki verið að biðja alþingismenn skattaívilnanir eða sértæk lög, heldur eingöngu að nýtt sé sú leið að veita ríkisfang til fólksins þó skilyrði hinnar hefðbundnu leiðar séu ekki uppfyllt, rétt eins og áður hafi verið gert í tilfellum margra annara, eins og kemur fram í kynningunni. Þessi grein eigi vel við, enda séum að ræða hóp fólks sem sýnt hafi afburða árangur í að búa til ný fyrirtæki og störf og vilji hjálpa Íslandi eins og það orðað. Að sögn höfundakynningarinnar verður það að gera þetta fólk að Íslendingum til þess að efla tiltrú þeirra sem sitja með fjármuni fasta í viðjum gjaldeyrishafta til að fjárfesta hér á landi í stað þess að fara með fjármunin úr landi. Það lögmannsstofan Nordic sem fer með mál tímenningana. Þar starfa meðal annars Bernhard Bogason, fyrrum forstöðumaður lögfræðisviðs FL Group, Hjörleifur Kvaran, fyrrum forstjóri Orkuveitunar og Einar Páll Tamimi, fyrrum starfsmaður Glitnis. Í bréfi sem Einar Páll sendi allsherjarnefnd nýverið kemur fram að umsóknir tímenningana hafi legið fyrir nokkurt skeið.
Þar kvartar hann þó undan afskiptum innanríkisráðuneytis af málinu, þar sem hann segir að ráðuneytið hafi farið fram á að fá umsagnir og sakavottorð frá heimalöndum fólksins og krafi börn þeirra undirskriftir við umsóknir sínar. Þetta telur hann að eigi sér ekki lagastoð, en hann segir að fyrir liggi nú þegar skýrslur frá rannsóknarfyrirtækjunum Kroll og Navigator einstaklingana 10 og með þeim öll ítarlegustu mögulegu sakavottorð. Einar undrast í bréfi sínu að ráðuneytið hafi auk þess lagt stein í götu fólksins þegar ákveðið var að kynna málið fyrir allsherjarnefnd að höfðu samráði við Róbert Marshall, formann allsherjarnefndar. Það sé von umbjóðenda hans að allsherjarnefnd taki afstöðu til umsóknanna, annaðhvort með því að afgreiða þær sérstaklega eða með öðrum umsóknum ríkisfang, en Alþingi afgreiðir venjulega tillögur allsherjarnefndar ríkisfang fyrir áramót eða að vori. Áhugi hópsins á að fá hér ríkisfang ekki útlistaður nánar í þeim gögnum sem Kastljós hefur aðgang að. Ekki tíundað hvers vegna ríkisfangið sé hópnum svo nauðsynlegt til fjárfestinga hér á landi, enda eru litlar hömlur á fjárfestingum útlendinga hér nema þegar kemur að auðlindum landsins, þó nýleg dæmi sýni að leið sé framhjá þeirri löggjöf. Í kynningunni þó samanburður á regluverki annarra landa þar sem sértæk löggjöf í gildi til að draga athafnamenn til umræddra landa. Tekin saman listi yfir 10 lönd sem bjóða upp á aðgang að viðkomandi löndum gegn loforðum fjárfestingar. Oftast nær veitt sértækt dvalarleyfi gegn því að menn fjárfesti fyrir ákveðna upphæð í landinu. Þó tekið fram að víða hafi þetta valdið vandræðum og spilling þrifist í tengslu við slíkar undanþágur, þó að annar staðar hafi undanþágurnar orðið til að örva viðkomandi hagkerfi. Sturla Sighvatsson, framkvæmdastjóri Northern Lights Energy, einn þeirra íslensku athafnamanna sem unnið hafa að komu mannanna 10 hingað til lands. Sturla segir hópinn ekki ætla sér uppkaup á orkuauðlindum eða kvóta hér á landi. Miklir fjármunir séu í spilinu og eðlilegt að liðka fyrir fjárfestingum hér á landi eins og gert hefur verið annars staðar. Helgi ræddi við Sturlu í dag og spurði hann fyrst að því hvers vegna fólkið væri að sækjast eftir ríkisfangi hér á landi. Þessir aðilar búa ekki í Schengen-löndum. Þetta eru Amerikanar, Kanadamenn og menn sem eru fyrir utan Schengen-samstarfið. Ef að Frakka dettur í huga að koma hingað til lands, þá getur hann gert það. Og sumir af þessum aðilum sem eru klæjandir þessara kanadísku lögfræðistofu eru aðilar sem búa í Schengen. En þeir eru hins vegar ekki þáttakendur í þessum umsóknum ríkisborgararétt, þó að þeir sýni Íslandi áhuga. Hvert það markmiðið? Því að þrátt fyrir allt þá geta menn fjárfest á Íslandi. Jú, þú getur stofnað hérna skúffufyrirtæki hérna á Íslandi og fjárfest. En við teljum bara að í heimi, þar sem að fólksflutningar eru sífellt að aukast, að við eigum bara í raun og veru að vera að líta á það sem sóknar aðgerð fyrir okkur, að fá fólk ekki til þess að stofna hérna skúffufyrirtæki á Íslandi, heldur til þess að físist að setja sér upp heimahöfn hér. Eiga einhverja heimahöfn á Íslandi, vegna þess að það leiðir af sér miklu meira heldur en bara einhverja eina einstaka fjárfestingu í einhverju einu tækifæri á Íslandi. Leið og þú ert farin að eiga heimahöfn á Íslandi, að þá eru aðilar sem eru með fjármagn, tengingar og í sínum eigin fyrirtækjarekstri og það leiðir bara svo miklu meira af sér. En fyrir utan það sem ég kom aftur inn á þetta, Ísland bara fyrir alþjóðlega fjárfesta bara boð, bönn, lokun, neikvætt, og bara í raun og veru ekki á kortinu. Við erum að berjast bara fyrir því massíft að fá aðila til þess að koma hingað og líta á Ísland. Og hluti af því fyrir þess aðila í raun og veru að segja, við viljum bara koma og fá það bara sömu réttindi eins og almennur ríkisborgari hér. Af því að það eru opið fyrir fjárfestingar í öllu hér fyrir aðila utan EES nema kannski hvað varðar orkuauðlindir, sjávarútveginn. Eru þetta menn sem að hafa áhuga á þess háttar fjárfestingu? Það var sett sérstaklega inn í skilmála þegar var að vera, við setjum upp sjóð, fjárfestingasjóð, sem sérstaklega á að fjárfesta í íslenskri nýsköpun og mönnum gerði grein fyrir því að þeir eru að koma hingað, þá eru þeir ekki að fara að fjárfesta í fiski eða orkuauðlindum. Og þessir aðilar voru ekki að sýna því sérstaklega áhuga heldur, þú getur sett svona glöggt gests augað. Þú kemur á stað og umræðurnar sem hafa verið í gangi með þessum hóp manna
hafa verið sko eitthvað algjörlega allt annað. Allt frá því að byggja háskólagarða í samstarfi við stóra erlenda háskóla yfir í fjárfesta í einkareikinni heilbrigðisþjónustu fyrir útlendinga til þess að koma hingað í bara hinu og þessu og aldrei hefur verið í umræðinni að kaupa fisk eða kaupa orkuauðlindir. Þið hafið lagt fram ákveðin skilyrði og þú ert að tala um þau núna varðandi þetta með auðlindirnar. Það að menn leggi inn 50 milljónir inn í þennan fjárfestingarsjóð sem þið hafið stofnað. Já, sko, þetta bara tillaga. Sko, í raun það auðvitað undir allsherjarnefnd Alþingis að móta sér einhvers konar verklagsreglur hvernig taka á svona umsóknum. Og það eðlilegt að menn setji sér einhvers svona ramma og segja, ok, heyrðu, við erum með umsækjanda fyrir utan Schengen, þú veist, eða utan ESB, heyrðu, við viljum ef við ætlum að taka á móti þér, þá þarf þú að gera svona eða gera svona eða gera svona, þá erum við til í að taka á móti þér. Við erum bara með tillögu í málinu og það hafa verið svona sambærileg prógram að taka á móti efnameiri einstaklingum víða í löndum í kringum okkur. Má ekki auðvitað setja þau þannig að þið séu að láta þess að menn borga ykkur pening inn í þennan fjárfestingarsjóð til þess að þið hafið milligöngu að redda þeim ríkisborgararétti? Ég er ekki aðalega sem fjárfestingarsjóð. Ég er hérna sem frumkvöðl og ég er búinn að gera samning við þennan fjárfestingarsjóð aðkomu hans að fyrirtæki sem ég er með. Og það þarf ekkert endilega að setja upp nákvæmlega svona fjárfestingarsjóð eða einhvern veginn hins einn. Þetta er bara tillaga til allsherjarnefndarinnar að mönnum séu sett einhver ákveðin skilyrði það að þeir séu það sé ekki bara loforð það að menn eigi einhver tíman eftir að fjárfesta á Íslandi eða eigi einhver tíman eftir að gera eitthvað. Það getur vel að það verði bara fyrir rútu á morgun, degi og hvað þá? Kom eitthvað út úr því? Nei, við viljum að menn allavega fyrirfram áður en að þeir fái umsóknir sína afgreiddar, komi með eitthvað commitment og sýnið vilja sinn í því að taka þátt í íslensku samfélagi. Nú eru allavega einhverjir af þessum mönnum tengjast til dæmis vogunarsjóðum sem hafa nú ekkert yfir sinni sérstaklega jákvæða ímynd á Íslandi. Nei. Eru eitthvað af þessum mönnum menn sem hafa verið að kaupa til dæmis kröfur í gömlu bankana eða hafa verið eru eigendur jöklabréfa eða eitthvað slíkt? Nei, ekki að mér vitandi. Og eitt af þeirri tillögu sem við erum að leggja til að allsherjarnefnd setji sér sem svona verklagsreglu við afgreiðslu umsókna það að viðkomandi gerir mjög nákvæmlega grein fyrir sjálfum sér. Í dag þegar þú sækir ríkisborgararétt þá er nóg fyrir það að sýna fram á sakavottorð úr landi sem þú kemur. Þú getur bara, ég meina ef þú kemur frá Sómalíu eða eitthvað þá er ekkert mál að fá eitthvað sakavottorð frá lögreglustöðinni í smábænum sem þú ert. Við erum að leggja til að viðkomandi þurfa að skila ítarlegri skýrslu, fái til þess óháðan aðila eins og til dæmis rannsóknarfyrirtæki Kroll til þess að taka út og menn geta þá sýnt fram á það að þeir séu ekki og bara hafi flekklausan feril. Það er mjög mikilvægt í þessu. Það er eitthvað sem allir þessir 10 aðilar hafa, samkvæmt Kroll. Já. Umsóknir mannanna 10 mun á næstunni fara til efnislegrar meðferðar í allsherjarnefnd Alþingis. Formaður allsherjarnefndar tekur ekki illa í þessar hugmyndir en segist ekki hafa kynnt sér umsóknir einstaklingana saklega ennþá. Helgi ræddi við Róbert Marshall, formann allsherjarnefndar í dag. Mér finnst þetta mjög athyglisverð umræða sem við þurfum að taka. Ég er sjálfur sér ekkert búinn að skoða þessar umsóknir sem slíkar og vil ekki tala um þetta kannski á þeim grundvelli. En svona almennt séð höfum við ekki farið í gegnum þá umræðu hvort að við værum tilbúin til þess að, svo má segja, nota ríkisborgararéttinn eða aðganga landinu til þess að laða til okkar einstaklinga sem eru frumkvöðlar í einhverju ákveðinni tegunda atvinnustarfsemi eða fjárfestar eða eitthvað slíkt og mér finnst svo umræða í sjálfu sér þurfa að fara fram. Það eru ákveðin lönd sem gera þetta, laða til sín fólk í því skyni að skapa atvinnu og svo framvegis. Bandaríkin og Kanada og þarna er hópur fólk sem sækir á þessum grundvelli. Mér finnst þetta bara að vera umræða sem við þurfum að fara í gegnum. Það er mikilvægt ef að menn ætla að fara út í þetta að það sé þá pólitísk samstaða það. En þarf fólk að hafa ríkisborgararétt til að fjárfesta á Íslandi? Það þarf sjálfsög ekki að gera það. En sko, ef við á annar borð viljum fá erlenda fjárfestingu og eitthvað svona erlent fjármagn inn í landið og uppbyggingu á þeim grunni, er þá eitthvað verra ef að það eru íslenski ríkisborgarar?
hvernig myndum við svara spurningu frá einhverjum sem kæmi hingað eins og ég nefndi bara svona fræg nöfn eins og Bill Gates eða Steve Jobs sem myndi vilja sækja íslenskan ríkisborgararétt. Myndum við segja, myndum við tortryggja það eitthvað? Erum við þá að veita þeim einhver réttindi umfram það sem þeir hafa nú þegar? Svo ekki, held ég, í þessum tilfellum, sko. Þannig að við þurfum bara að ræða það.